heyrðu það komið að leikhúsi, við höfum það lag að ég sendir leikhús og sjá sýningu og fæ svo aðstandendur þeirra sýningar til þess að spjalla við, kannski segi ég eitthvað hvað mér finnst og þau segja hvað þeim stóð til og hvernig þeim líkaði og nú komið að Ungfrú Ísland sem sýnd í Borgarleikhúsinu. Þetta leikgerð eftir bók Auðar Övu Ólafsdóttur. Og þau komin hingað aðstandendur, hér Íris Tanja Flýring sem að leikur Heklu eða aðhlutverkið. Hei. Auður Ava sem að skrifaði bókina en ekki leikgerðina. Það réttið mér eða ekki? Jú. Og svo Bjarni Jónsson gerði leikgerðina. Í samvinnu við Gretu Kristínu Ómarsdóttur sem situr hérna á endanum sem leikstjórinn og svo á milli þeirra Fannar Arnarsson sem leikur Jón John. Já. Hæ. Hæ, já, verið velkomin. Takk. Já, og hérna til hamingju með Sauðfestu. Takk hérlega. Já, takk fyrir það. Ég var á frumsýningunni og vitna því að þið fenguð standandi, hvað heitir þetta, lófaklapp. Já. Lófatak. Húrarhróp. Já, heldur betur. Ég hugsaði þá, þetta ekki orðið bara alltaf? Nei, svo standandi? Nefnilega ekki. Allavega meira heldur en þegar ég var Svolítið mikið tekið á ungur. frumsýningu kannski. Svolítið mikið tekið á frumsýningu. Er það ekki? Já. Þannig ef að þið fáið ekki standandi, þá hafið Það tapað. smá skellur. Já, það svolítið. Það ekki gott þegar að 5 stjörnur eru orðnir bara viðmiðunin. Já. Ég endar stökkin í Elli í desember og búin að vera að sýna það undanfæra mánuð og þar eiginlega yfirleitt standandi lófaklapp þegar að Kata kemur fram sko. En það náttúrulega ennur sýning. Sérstök. Svolítið. Það Elli lifnar við bara. Þeir eru búin að sýna fleiri, maður heyrði að það hefði verið gríðarlega sterk viðbrögð líka. Já, annari sýningu á Það gekk rosa vel það önnur gekk sýning. mjög vel. Það þessi mýta að önnur sýning sé svolítið Eins og önnur bók þyngri höfundar. eða svona, að þú veist það, af því að það svona orkufall og svona við vorum bara einhvern veginn svo rosalega meðvituð að halda boltanum á lofti og við bara skutumst áfram og fengum orkan allt var öðru sér bara- sal líka, mikið betur en einhvern veginn bara hlustun í honum og eða svona, bara, hann var með okkur í liði sko. Já, þetta var áhugavert. Það var bara góð upplifun. Hvað meinar þannig betri en minnsarlega? Hafa ekki hægt Þú veist ekki tökast nú endilega betri en öðru sér skulle ég segja. Það alltaf svona ákveðin vírun í loftinu á frumsýningu Já. og svona ákveði orkustig sem að maður kemst ekki tjá. Allir aðstandendur. Það erfitt að leika á frumsýningu? En svo Það sé í annarra manna partí. Það dýrari miðar. Það bara búin að vera sérstaklega aðstandendur manns eru búin að vera einhvern veginn á kantinum allan undirbúningin og búið að upplifa einhvern veginn og finna í gegnum hann sjálfan kannski þessa spennu og álagið og það svo mikil svona eftirvæntingar orka. Hún svolítið svona það svolítið hátíðinni getur maður sagt og svolítið svona eins og fólk sé smá að halda niður í andanum af því það svo mikið verið að styðja og senda manni gott en það allir líka einhvern veginn á tánum. Og dugar þetta svona fyrstu 20 mínútum svo þetta bara orðin eins og annað eða hvað, ekki þetta alltaf svona sýninguna? Nei, ég verð stressuð svona mínútu áður en að sýningi byrjar. Þá byrjar fyririldin. Ég vildi að við erum að fara í hring, þá svona 2 mínútur í sýningu og þá byrjar svona fyririldin svo bara leið og bara tjaldi fyrir upp eða fyrsti tónnin byrjar þá það farið. En það ekki bara svo kallar sviðskrekkur? Jú, ég held að. Árni Tryggva guppaði utan í Þjóðleikhúsinu. Það var að fóru að leika Lilla Gnúmus. Já, ég skil hann. En ég nefni þetta bara núna því að þetta náttúrulega hluti af því að fara í leikhús þannig að standa upp og þetta svona hefð sem var til fyrir kannski, ég veit ekki, 15 árum. Það sem svona meiri móttökur. Hún verið í Frakklandi. Frakkar klappa rosalega mikið þegar ég kom til Frakklands og fór á tónleika og leikhús. Þá var ég, hugsaði ég, þeir klappa miklu meira heldur en Íslendingar og Bretar og Danir og Bandaríkjamenn og munaði bara 5 mínútum í klappinu. Þeir leyfa sér hrífast með bara hluti að þessu. Og hlæja og gráta og svofast inn í verkið. Rosa takk. Eins og maður var reyndar vitni að fólk sem grét og hló á sýningun ykkar. Já. Já. Þannig að þú hefur skrifað leikrit og þú skrifar þessa bók
bjóstu þessa sögu. Já. Hvernig fannst þér leikgerðin og fylgdustu með því allan tíman? Og bjóð til þessa sögu, ég kannski bara byrja á því að ég hef nú sagt það svo ofta að það er að verða neyðarlegt að þetta er skáldsaga með skálduðum persónum sem eru hvergi til í raunveruleikanum og byggðar algjörlega á ímyndunarafli mínu, það eru bara til í hausnum á mér og þetta er ekki þig, svo sagt. Já, sko, ég held að allir, þetta er í kjarnan er þetta 4 ungar persónur sem að langar, sem á sér drauma og langar að vera það sjálft og langar til að búa til fegurð, búa til eitthvað stærra, stækka sinn hversdagslega veruleika og já, kannski að því leitinu til er þetta mig sjálfa og alla sem eru á þeim báti og ég sé mig í þessum 4 persónum. Það er til dæmis þarna skáld sem finnur ekki orðin sín, að hann dreymur að búa til þessa fegurð og það hafa allir verið þar, fundið þetta ómögulegt og bara óvinnandi vígi og það má kannski líka svo við líka mismunandi stað sem að maður er á í sköpuninni með hvert verk, hverja bók, að maður fari í gegnum allt þetta. Það er tilfinningamanneskjan í sig sem að er þessi manneskja sem við þekkjum er alltaf stöðugt að búa til ævintýri úr sínum hversdagsleika. Hún er talandi skáld og í rauninni veit ekki af því, kannski, hún veit ekki af því, hún er að skrifa krimma langt á undan sín samtíma, hún veit ekki af því að hún er að skrifa leikrit, hún skrifa samtöl, hún er sem sagt bara, já, og svo náttúrulega homminn sem að dreymir burtu, þetta er svona öll þau stig sem maður fer í gegnum sjálfur þegar maður að skapa, á ekki bara gefast upp, á ekki bara fara af þessu Guðs volaða skeri útnára og kannski svona alveg undir lokin að þá kemur til manns þessi persóna sem að er gott skáld en við vitum ekkit hvað hún skrifaði, Hekla, bara alveg undir lokin þegar að verk er að smetla saman og það má kannski sumuleyti líka þetta við vinnuna í leikhúsinu 2 vikum fyrir frumsýningu og það gildur öll verk og bara allt leikhús að þá er allt ómöld, þetta verður aldrei að verki, þetta er bara gott bara hægt að pakka saman en svo gerist eitthvað og hver dagur til dæmis í frumsýningavikunni er bara eins og 10 ár. Það breytist. Já. Ég að því að tala þetta hvað þetta ég Hekla líklega fæðist svona 43 eða eitthvað. Þannig ég fór og googlaði, hún er að skrifa svona, þetta er svona 15 árum á undan henni. Þetta er ekki hennar samtíð, þínar sko. Þannig ég fór að skoða þetta, maður bara að gera automatís svona, þetta er allt að segja á því og hvaða sjónarhort þú hefur. En það var annað sem að ég fór að reyna að rifja upp eftir sýninguna að það var eitthvað sem umræða að sko kallar sem að stela verkum kvenna. Og mér fannst eins og í tengslu við bókin að það hafi eitthvað svona umræða að þetta væri einhver leyti byggt á einhverju sem hefði raunverulega gerst. Nei. En ég fann það, svo Google hjálpaði mér ekkert að finna það. Nei. Þannig kannski var þetta bara í hausnum á mér. Nei, veistu það, ég sko reyndi að passa svo vel og ég var svo undrandi yfir þessari umræðu og það var sérst umræða. Það var umræða, það er alveg rétt muna hjá þér og ég hélt hún væri bara fyrir bíja því ég er svo oft búin að leiðrétta þetta og ég hélt ég hefði passað þetta svo vel að að það væri bara engar fyrirmyndir en bara við Íslandingar við erum bara okkar ímyndunarafl er þannig að það er eins og við þurfum að alltaf að finna einhverja lykla, að lesa eins og lykilróman en ég meina þetta eru bara ungi krakkar og þessi svo köllu til dæmis og tökum sem dæmi þessum eru köllu mokkaskáldin í bókinni þetta er bara einhvers konar tákmynd fyrir heim sem þessa ungu skáldkonu langar inni, en þetta eru allt, það verður enginn gefið út neitt eða byrt neitt einn á ljóð liggjandi á ritstjórn Þjóðviljans, það tekið fram bæði bók og leikritinu þannig að setja þetta í samhengi við einhver þekkt skáld eða rithöfunda, jafnvel stórskáld sem ég dái endalaust sko það hef bara engi meira undrandi en ég
í þeim efnum og ég rauninni bara skilða ekki og þeir hafði svo sem ekkert gert annað en að fá sér kaffibólla einhvern tíman á mokka. Og stundum eitthvað út í kaffið? Já, eitthvað út í kaffið líka en ég meina hver hefur ekki komið á mokka? Ég meina ég hef komið á mokka og flestir listamenn þjóðarinnar fengi mér heitt súkkulaði á mokka. Ég svo gamall að ég man eftir þeim sittandi við borðið og hellandi brennivín út í kaffið. Ég sá að mokka byrjaði að selja áfengi og þá var það í flöskum á borðið og ég sagði hvað rugl þetta? Bara að láta pitlu sem maður hellir út í kaffið. Það var alltaf bara siðnum á mokka, ekki brennivín út í kaffið. En bara svo ég klári þetta þá þetta í rauninni bara að því hún staðsett í sögulegum tíma og ég hafði aldrei gert það áður í mínu skáldsögum sem svona frekar staðleysu verk eða erfitt að festa hendur á hvar þau gerast en bara, þetta er rauninni bara svona einfald tækni til að draga lesanda með inn í skáldsögu að maður nefnir nokkra staði, maður nefnir Laugaveg, maður nefnir Hallgrímskirkju byggingu, maður telur upp kannski einhver kaffihús. Ég hefði þetta geta skýrt þetta allt upp og nýtt, kalla þetta eitthvað allt annað en menn hefðu samt fundið í þessu einhverja lykla. Herðu, en hérna, það er leikgerð, Greta, og það breytir svolítið, ég meina, höfundur sem skrifa bók, getur látið hann að fjalla svona að þetta séu, hérna, þessar 4 persónur séu, gæti allt saman verið hérna hluti af auðu höfu þetta barátta ungs fólks við að hvort að hérna, löngunin til þess að geta skapað og brotist út og eitthvað fleira og hvað heldur aftur að þeim. En í leikgerðinni þá verður ytri umhverfið miklu meira áberandi heldur en í sjónarhorni bókar. Þegar við horfum á, við sjáum mokka og við sjáum hvað eru álapaleir skáldin á mokka og við sjáum hérna svona feðraveldið og kallana og við sjáum miklu meira, það verður eiginlega meira staðsett í tíma og Já. Stínilegra og það er augljósara að þetta er sitthvor persónan. Já. Það er svolítið þannig í bókum að þá getur flæðir svona á milli, það er minni í hugmyndaheimi en leikhúsi það er svona eins og maður sé að horfa á skráningu. Já, en svo mér finnst mjög mikill pótens í leikhúsmiðlunum og það er nú það sem við vísvitandi gerðum í öllum útfærslum og hönnun sérstaklega þegar við erum að færa þetta yfir á sviðstungum og að læra að skilja eftir pláss fyrir ímyndunarafl áhorfenda. Ég var ekki að tala um það með því heitt verður svona meira áberandi og þetta verður svona aldafast lýsing. Já, og þetta verður svona áþreifanlegra því að það koma líkamar og það koma struktúrar og búningar og áferðir og ljós og lykt og allt sem er bara það sem maður skáldar sjálfur á meðan maður á í samtali við skáldsögu sem lesandi, þannig að já. Er eitthvað spurning hérna eða? Því að það er svolítið, því að þá kemur svona, mér er með dettur það í hug að svona aldafarslýsingin sé sterkari, það líka uppsetningin er svona, ég veit ekki hvað þetta heitir að segja sögu með þessum hætti, ég meina það er oft gert með sögu Laxness, það sem er svona ferð á því, það er svona leikhópur sem er að byrta okkur svona stóra sýningu. Ég sá svona sýninga þegar ég var barna í Ríkisútvarpinu frá BBC. Já. Það sem eru að segja Dickens sögurnar með þessum hætti og þetta er í þeim anda. Jú, þetta er svona episk saga, við förum svolítið þá leið og þetta er svona ensemble sýning það sem hópurinn í rauninni segir söguna og skapar heiminn fyrir framan auguna okkur. Já. Og við sem áhorfendur vönu að fá þetta svona og þá var að vera að segja okkur tiltekin heim og við förum og googlum í hlénu, 43, það var svona, þetta er 63, mokka, þetta er bara atomskáldakynnslóðin, þetta er eitthvað. Ég tek rosa mikið undir með Auði, við gerum það og ég hef sagt það í öllum viðtölum líka og í leikskráni að við erum ekki að gera heimildarritgerð, við erum að gera listaverk og tókum okkur í búningum og tónlist og leikmynd líka og leikmunum og öllu, tókum okkur alls konar skaldaleyfi og maður getur líka blörrað og blanda hlutum saman. Það eru þarna hlutir, það eru spiluð lög sem að kom ekki út fyrir 67 eða 73 eða eitthvað og þannig eru föt sem tilheyra kannski einhverju sem að kemur á eftir og þá getur maður líka leikið með væntingar og ímyndunarafl áhorfenda að því þegar maður horfir á periódu, það er líka pótensin í periódunni að
að skilja eftir þetta pláss fyrir túlkun og upplifun áhorfanda, þess að áhorfandinn í rauninni veit meira heldur en sögupersonan sem föst inn í periódunni og það erum við að leika okkur mjög mikið með þarna og það bara þetta þetta bara áhugavert samtal og líka svona tilhneiging okkar eins og Auður sagði, þú veist að maður vill alltaf, mér finnst það rosa sterkt í okkur í Íslendingum, ég veit ekki hvernig það hjá öðrum þjóðum en að alltaf svona einhvern veginn að fact-checka og kannski að því við erum svo fá og eitthvað þá erum við alltaf eitthvað svona þetta lítur nú að vera amma mín sko og við pössum alveg sérstaklega upp á þetta allt með allar svona staðreyndir, til dæmis þarna vera að tala íslenska fegurðardrottningar sem eru bæði hjá Auði, þá eru þær svona blörraðar, þær vísa í nöfn af konum sem eftir vill tóku þátt í keppninni fegurðarsamkeppni Ungfrú Ísland, að við förum ennþá lengra og birtum myndir af þessum konum en það er ekki einasta mynd af Íslending í þessu. Ég fatt að það myndi þetta í huga góða. Þetta eru bara, við fundum bara amerískar fegurðardrottningar frá svona cirka 60s að því við vildum alls ekki kippa einhverjum áhorfanda út úr sko upplifunin á sýningunni með því að sjá allt í einu ömmu sína eða eitthvað svoleiðis. En ég held áfram með að ávarðasalinn og þið sittið upp og að einhver leiti þetta svona þetta verið að skrifa Íslandssöguna og ávarðun sem sáttu núna í sal hefur búin að horfa held ég á 3 þætti af Vigdísi sem að sumuleiti með sama efnis þú veist, tengist uppgjör við að horfa á þessa kúgunarsögu út frá sjónarhóli kvenna sem eru að reyna að verða eitthvað til og þurfa alltaf að kyngja ykkur og geta það ekki og jáfnvel persónuna telja sig ekki geta eitthvað sem að okkur kannski héðan frá séð finnst þess að rætt að geta. Og það mokka í Vigdísi. Það er mokka. Það er mokka þar. Þannig að þið losnið ekki við salinn. Þannig að þið eru að tala við okkur sögun okkar og draga fram kúgunarsögu kvenna Já, það bara alþýðu fólk sem á jaðrinum, þetta rauninni bara fátækt alþýðu fólk og sem á sér þessa drauma utan garðs fólk að mörgu leyti en hins vegar samtíminn handan við horni og það það sem að áhorfandinn í salnum veit. Já, eins og Greta segir það sem að persónurnar í verkinu vita ekki. Já, og áhorfendur fara og máta sig við og segja býtu ég man eftir einhverju þegar þú fer til Danmerkur og segir borða menn sko pörustykk og þá fer ég að hugsa pörustykk, vissi ekki allir Íslendingar hvað pörustykk var bara frá 1900 eitthvað, þannig að áhorfendur eru linnulaust að og það líka, það vera ungar stelpur sem eru búin að vera til dæmis sem að vinna upp í leikhúsi sem að sýningin hafði mikil áhrif á bara þegar við vorum byrjað að vera með reynsli í frumsýningavikunni sem komið fram og bara voru einhvern veginn að átta sig almennilega á því hver staða konunar var á Íslandi. Hvert trömpull Reykjavík? Já, bara einmitt, þú veist bara og örugglega lengra tilbaka en það mikilvægt að átta sig á því og vera meðvitaður og taka í raun og vera ekki því sem að við höfum eða því sem hefur áunnist sem sjálfsögum hlut og bara það að það sé ekki getnaðarvarnir bara rosalega stór forsenda og það að hafa ekki kosningarétt það ekki sjálfgefið þú veist, það alls konar sem að kannski þessi unga kynslóð sem að koma núna á kannski svona milli 20-25 eitthvað sem að kannski ekki nóg meðvitað hver staðan var og hver hættan að missa þetta og það var svolítið áhugavert að sjá þessar ungu stelpur koma af sýningunum og vera bara ég vissi þetta en ég vissi þetta ekki og það finnst mér mikilvægt. Kannski hefði bara þurft að í ljósi polariseringarinnar viðbragðana við skáldsögunni hefði kannski þurft að setja bara líka á sýninguna fyrir konur og ungt fólk. Já. Þetta mjög sterkt í sýningunni
þetta svona endurskrifun á Íslandssögunni. Sko það sem mér fannst, maður þarf samt aðeins að sleppa takinu á sögunni. Maður þarf bæði að sogast inn í galdur leikhússins og maður þarf að sleppa tökum á því að fletta einhverju upp og finna fyrirmyndir og allt það. Og það sem mér fannst takast svo vel í sýningunni og ég var svo margt sem kom mér á óvart í bæði efnistökum og formgerð og öllu sem að hreyfi mig mjög mikið sem þá leikhúsmanneski sem ég hvernig tókst til dæmis að einhvern veginn að hnýta saman þessar tvær kvenpersonur í segi og Heklu og það var í rauninni maður skynja þetta sem tvær hliðar á sömu manneskjunni. Og hvernig voru búin til svona ýmis pör og líka annað sem bara kraftaverk nánast, þrekvirki, mjög erfið leið sem að Greta fer og það að búa til þá hugmynd að þetta sé allt sköpunarverk persónu í leikritinu, Heklu. Að þetta sé í rauninni metaleikus, að það sem við séum að sjá að það hún lyftir upp tónsbrotanum og segir heiminum að megi verða til og það sem að áhorfandinn að horfa á hennar ímyndunarafl. Jú, vissulega fær hún ýmsar hugmyndir úr sínu umhverfi af vinum sínum en það skýrist þegar að líður á sýninguna og þau eru stödd í Kaupmannahöfn að þau hefði ekki efna á að fara á Bítlatónleikana. Hann vann ekki Jón John við að gera leikmyndir í Kongili eða búningana. En það bara, hann segir, láttu það gerast, láttu það verða til. Þau enga peninga sjálfsagt til að fara suður í lönd, en hann segir, láttu það gerast, láttu pappaðinn senda okkur pening. Og mér fannst þetta skila sér og vera ótrúlega flott hjá leikhópnum, Gretu. En svona sá draumur, til dæmis sem að Jón John svona ber í verkinu sem að losna út úr þorpinu. Já. Ég nefndi Vigdísi með datti þegar ég að horfa á það líka með datti bara Billy Elliot sem náttúrulega rosaleg helgisaga 20. aldarinnar hvernig að til þess að við getum blómstrað og stokkið fram í lokin eins og svanir að þá þurfum við að brjóta á okkur þorpið. Þessi þorpi sem heldur á okkur. Þetta Billy Elliot svona góðsaga einstaklingshyggjunar að við þurfum að losna við samfélagi til þess að fá að vera það sem við erum að því að samfélagi helsi. Ég veit ekki, einhvern daginn verður búið til Billy Elliot 2 af honum þegar hann orðið 36 ára og ballettheimur búinn að þurrka hann upp og hann einmann á einhverju þakherbyrgi í London og sakna þorpsins. Kannski verður það partur 2 Billy Elliot. En þessi þráður í verkinu. Það fólk sem úr sveit, þráir að fara í borgina, þráir eitthvað meira og alltaf að slíta sig út úr þorpinu. Þetta þannig verið. Mér finnst reyndar, ég ætla bara að fór að skjóta því inn og það sem mér fannst mikilvægt frá upphafi var að þetta ekki saga stelpu sem flytur úr sveit í borg. Fyrir mér það ekki það. Vissulega stór forsenda og mikilvægt að hafa í huga þegar að manneskja kemur úr sveit í borg hver áhrifin eru. Og það menningarsjokk og það alls konar nýtt maður þarf að fóta sig og hún kannski svolítið barslegi hugsun þegar hún kemur þarna og svo þroskast hún og verður meira svona streetwise en þetta ekki saga fólk sem flytur úr sveit í borg af því mér finnst þetta vera saga fólk sem í raun og veru að finna sér stað í heiminum og það skiptir ekki máli hvort það var í sveitinni eða borginni. Eða útlöndum, eða á Íslandi. Ekki Reykjavík hluti af sveitinni í sögunni, þorpinu? Jú. Þú losnar ekki fyrir þú ferð út. Já, og ekki losnar hún þar. Rigning. Ég held ekki. Ég held að hvort að losna þar, af því að enginn vinnur. Það tapa allir. Það svo langar þeim bara að fara áfram og þú heldur alltaf áfram að leita og þau eru alltaf að leita sér að stað, þau eru alltaf að lifa líf sitt af hvar sem þau eru. Já. Og við förum allir þá leið að íkja þetta en þá frekar í sviðsendingunni heldur en það í skaldsögunni að þó að þessi fjórði þáttur lokinn þess að við flytja til útlanda mjög þéttur og stuttur í sviðsendingunni en að þar
eru þetta sömu persónur og þá notum við potensin sem í því að vera með ensemble sýningu og við sjáum persónur sem við erum búin að sjá bara í aðeins öðruvísi búning og þau segja orðrétt allt eins og áður og ekkert eins og áður að í útlöndum einmitt hvað breytt, það bara lítill bær sem aðeins stærri en Reykjavík sem alveg eins en samt allt öðruvísi að þetta í rauninni og þau eru bæði og það þversögnin sem þversagninnar eru það sem við völdum að dvelja í öllu þessu ferli þversagninnar í öllum 4 lykilpersónunum þversagninnar í heiminum þar eru við að núa og nudda og sparka og sprikla í okkar vinnu leikhópurinn og og baráttan þessi óþreifanlega barátta sem enginn meðvitaður að því við verum líka að gefa okkur það að þegar við förum inn í fortíðina að markmið baráttu fortíðarinnar ekki dagurinn í dag fólk í fortíðinni við verðum að gefa þeim þá virðingu að þau hafa ekki forsendur til að ímynda sér daginn í dag sem endapunkt og þá verðum við að taka hausinn út úr raskatina á okkur sjálf og hætta pathologísa fortíðin og nota fortíðin til að friðþægja okkur með að allt var svo hræðilegt í gamla daga og allt var svo hræðilegt í þorpinu eða Reykjavík eða sveitinni eða eitthvað og það sé eitthvað betra annars staðar. Við erum að reyna, þú veist, og það krafturinn í skáldskapnum að það getur verið hvort tveggja, þú getur verið bæði og það þessi ómeðvitaða barátta sem að ég var allan að berjast fyrir því að við myndum öll skilja í leikhópnum og skilja líka hvernig við tökum hugmyndakerfi úr samfélaginu og við internalæsum þau. Það kannski enginn til dæmis sem að bannar heklu eða í sig að fara inn á mokka en eitthvað það samfélagslegt og innra með þeim sem að þess valdandi að þær telja sig ekki eiga erindið þangað inn. Ég held líka oft að hugurinn oft stærsta hindrunin mjög oft. Þetta svona eins og glerþak það bara þú mátt ekki fara inn þess bannar það og það þú veist til dæmis, ég held að svona stærstu hindrannar eru ekki þær sem eru áþreifanlegar, heldur sem innra með þessar sem eru innra með þér og í raun og veru í kerfinu. Bara þú veist, fast í kerfinu bara í DNA-inu okkar sem ennþá í dag. Þú veist, það líka, þú kannski getur ekki endilega sett fingurinn á hvað það, af hverju ég ekki, af hverju ger ég ekki þetta, af hverju, þú veist, þori ég ekki að gera þetta, af því að til dæmis Hekla, hún þorir alveg og hún getur og hún vill. En það eitthvað sem, það einhver tókstrætt alltaf, því það einhver hugmynd sem föst í konum líka á þessum tíma, hlutverk mitt á að vera þetta, en ég finn inn í mér að það ekki mitt hlutverk, en þú ert endalaust í tókstrættu með það og það þessar hindranir sem í raun og veru við erum oft okkar eigin stærsti óvinur En svo stundum eru konur líka þannig að þeir vilja bæði og kannski meira og megi ekki vilja bæði og það líklega býst við saga í sér sem að vill börn og vill skrifa en það bara ekki pláss fyrir þetta alls saman í og tekur alltaf og ítir alltaf undir það bara konur get ekki valið bæði konur þurfa að velja eitthvað eitt En það var náttúrulega staðreind að það mátti ekki fara með barnavagn í strætó, hann hefði geta gert líkjufall á nælonsokkana og það var ekki hægt að fara með barnavagnin á mokka og það líka söguleg staðreind sem og það eitt af því fáar sem má alveg googla að fólk sem var ekki með rétta kynhneigð það flúði land og Jón flýr land en spurningin og það kannski má segja það sé sterkari spurning í skáldsögunni það hvert flýr höfundur sem skrifar á tungumáli sem að svo fáir skilja á örtungumáli og ekki gefin út hvað þá þýddur þannig að það og þessi hugmynd að höfundurinn eigi heima í tungumálinu að það sé föðurlandið eða móðurlandið eins og það kallað í sögunni Já, en að ég nefndi þarna Billy Elliot að þá það samt svona hluti af sögunni að það Jón John þráir að komast burt og sömuriti tógar hann Írisi Heklufríkju sem á mitt á milli að hún gæti alveg hugsa sér að vera áfram
gæti hugsað sér meiri segja bara að fara að eignast börn. Já. Það hann sem að þessi hugmyndum að komast burt sem að dregur hann frá. Gera þetta saman einhvern veginn, hafa eitthvað öryggi. Hafa eitthvað öryggi. Eitthvað öryggisnet held ég að þau séu svolítið fyrir hvort annað. Þau styðja hvert annað, hann segir við hann að skrifaði, það var nú hennar stærsti draumur að væri einhver sem segði það. Og það það sem hann nýtir henni alltaf í, þú veist, þú verður að eignast rafmagnsritvél með eði svo þú getur klárað íslensku og þú veist, þóttu sért hjá mér og það vortu samt alveg að fara að halda áfram þínum draumum, þú veist, og meðan ég að leita á mínum. En vill í raun og veru alltaf leyfin að stækka og láta ljósið skína og vill að í raun og veru sem flestir sjáu það. Það hann skilur þessa kúun sem að í gangi. Og hún veitir honum sem hinsegin kallmanni vernd Já. á sinn hátt. Það dýrlega, sko. Algjörlega. Og það fjarvistarsönnun fyrir hann. Já. Og það að í raun og veru ganga frá henni líka. Þetta að meiða hana af því að hún elskar hann og vildi óska þess að þetta væri myndi allt ganga upp en það ekki. Hann var ekki sá sem hann hún vil breyta hann. Ég gæti gefið henni eitthvað sem ég get ekki gefið henni í rauninni. Þetta það sem hann getur ekki gefið henni eða eitthvað sem eiga saman samt það sem heldur þeim frá að ég veit ekki hvernig það orða sökkva onni í samfélagið eins og það og sjónarhótt þeirra á samfélagið sem í sýningunni líka frá þeim frá jaðarfólki. Þess vegna eru kallarnir býtti við svolítið álapalegir og mokkaskáldin ekki, þú veist, þau eru ekki aðdánaverð. Við sjáum þau ekki eins og þau sáu sig, við sjáum þau frekar eins og þau sjá þau sem svona svolítið. Já, ég veit ekki hvort að það sé mögulega ekki alveg að koma yfir allan eins og ég upplifi að það raun og veru líka á þessum tíma þá voru listamenn og skáld voru ekki virt af hátsettu fólki bara mjög jaðarsett fólk, listamenn. Þetta var ekki smart og í raun og veru kannski eins og í raun og veru efri stéttir litu á þá og við heyrum svo sannarlega hvernig þeir líta á sig. Og í samhengi við það að þarna eru 2 konur sem vinna fulla vinnu, að halda öllum boltum á lofti með börn í laumi, ekki virtar fyrir það sem þær geta gert og hafa ekki í raun og veru plattform til þess að gera það sem þær geta gert í raun og veru eru samt að gera það. Það að gera þetta allt en það alltaf einhverjar forsendur, það alltaf einhverjar afsakanir og það ekki að gera þetta og það ekki að gera hitt en þeir hafa öll tækifærin í heiminum og ég man alltaf eftir það tilfinning ég man þegar hún kom til mig fyrst þegar hann segir ég verð aldrei bundin inn í leður þegar Starkaður segir þetta við Heklu og það bara þú átt allavega séns á því þú veist bara hættu að vorkenna þér bara og það svo litið þarna þegar að þeir eru já við erum svona það þetta og við erum svo flottir og við erum að gera þetta þú veist og það þeir líta mjög stórt þeir hafa öll tækifærin þær hafa það ekki. Mér finnst það líka gleymast svo í umfjöllunum þessa sýningu því að það aftur og aftur komið að karlmönnum og oft þeir dregnir saman í þessa tákmynd sem að ekki eins og kannski raunverulega persónur, mokka skáld kallanir á borginni og fisksalinn og bakarinn en þetta það allt þetta veruleiki ungrar konu þarna að það gleymist að einhver bara, aðal persóna bókar einhver fallegasta karlpersóna sem ég stolt af persónulega Jón John. Mér finnst að gleymast í umfjallunum þetta. Hann karlmaður. Homminn í bókinni. Já. En ekki alveg þannig. Ekki ef þú myndir spyrja kallan á borginni eða mokkaskáldin þá hann að svíkja okkar kyn. Og þess vegna að vera að lemjan kynvillingur. Það ekki kallandi sem að lemjan hann ögrun og skekkja í þeirra feðraveldið eða hvað að kalla þetta
Þannig það sko inn í sögunni en þess vegna að segja að sko, sjónarhornið er þeirra á já, og það alltaf eitthvað sem triggerar bók og það alltaf eitthvað í samtímanum. Bókinni kemur út 2018, ég að skrifa hana 2017 til 18 og það bara staðrind að það varð mikið bakslag í heiminum í ekki bara réttindum hinsegin fólk og gríðarlega mikið hatursglæpi, fréttir daglega af því út allan heim, heldur bara í mannréttindum almennt. Já, og bara líka með konunar aftur, það bara verið að ganga á réttindi okkar í okkar nágrannalöndum sem bara mjög raunveruleg ógn. Og líka svona, ég veit ekki hvað það heitir svona, neglurnar lengdust og förðunin varð ýktari og svona líkams birting kvenna miklu sko öfgakendar í dag heldur var kannski bara 1980, 1990. Já, kjólfaldurinn alltaf að styttast. Kjólfaldurinn alltaf að styttast. Það var að styttast núna. Það bara þannig. Þetta bara fer svona, þetta svona vegasalt ef við fáum einhver réttindi og þá kemur. Því mér langar að peka upp það sem þú varst að segja að það gleymist, eins og segja, að Jón John karlmaður og þess að þú sagðir, möguleg ógn við sem það kannski bara það að hann eini karlmaðurinn þarna sem að sér Heklu fyrir nákvæmlega það sem hún og tilbúin að gefa henni rými til þess og ekki ógnað henni. Og það það sem ógnar hinum karlmönnum verksins. Þannig hann sér hann ekki sem kynveru en aðri kallar sjá hann sem kynveru og sjá ekkert annað en það. Já, og raunverulega hann sér hann alveg líka sem kynveru. Þú veist, það bara í raun að vera ekki fyrir hann. Já. En hún kynvera líka, hún má vera meira en bara eitt, hún má vera óg. Allir aðri kallanir ætla að nota hana, en hann ætlar ekki að gera það. Hann ætlar að lyfta henni upp. Hann bara, þess vegna þeir ætla að nota hana, þá horfa þeir á hana hvað þeir geta fengið út úr henni, en hafa ekkert svigrúm til þess að gefa henni séns á að vera það sem hún vil verða. Nei, og bara, ef það að einhverju leyti, þá bitnar það á öðru. En, Auður svindlaði og dróði þetta náttúrulega velkið að skrifa inn í okkar tíma svo við sleppi þessu tíma sem ég bara verið að fjallum. Það svo nokkri tímar, það náttúrulega einhver leiti þetta þinn tími líka sem langaði áður en við tölum sko, nútíman sem þetta skrifaði inn í að þegar þú ert að skrifa að þá aðri tímar. Já, ég vísu byrjaði seint, ég svolítið eins og ef það einhver af þessum fjórum sem að kannski ég tengi sterkast við, þá það Ísey, ég á með 2 lítil börn þegar ég byrjaði að skrifa eina fyrirvinnan og og kannski dreymdi að þurfi ekki að gera neitt annað. Og ég á reyndar barnabarn sem heitir Ísey sem skýrð eftir þessari persónu einmitt af því ég held að dóttir mín hafi séð mig í henni. Ég heyrði mitt Melkorka kalla eftir henni og ég fekk svona Já, einmitt sko, hún ung til að því miður til að sjá. En þegar þú búin að byrja að skrifa þá Svava og Jakobína og ég meina margar búin að ryðja brautina. Því að í sögunni eins og var þessi engi búin að ryðja brautina sko. Já, eða í rauninni bókin fjallar ekkert það. Nei. En í hugan heima þeirra þá var það bara óyfirstigar. Það má kannski segja sko bókin, eina spurningum sem bókin spyr, talandi sögu og okkar stórkostlegu höfunda, að eina spurningum sem bókin spyr ef maður horfir til með Danmerkur á þessum tíma 7. áratögnum, það margar svo frábæra stórkostlegar skáldkonur og miklu fyrr hvaða hafi verið í íslensku samfélagi ef eitthvað sem gerði það verkum að það var svona lítið svigrum fyrir kvenrithöfunda og í rauninni ekki verið að halda öðru fram en því að ef aðstæður leyfir, ef að samfélagi leyfir að þá alltaf jafn mikið af frábærum listamönnum höfundum af báðum kynjum. Ef þið fór séns. Já. Og allt annað samfélag í dag en að mér, ég byrjaði svolítið kannski sér á báti, ég byrjaði mjög seint að skrifa og gefa út og ég svona 20. og kannski 1. aldar höfundur, ég byrjaði seinna en mín kynslóð. Og þá það næstu í orðið eiginlega bara kvennastarf að vera skáld og rithöfundur.
Það eru margar. Já, launin fallið og virðingin fallið eins og gerist þegar konur taka yfir, engin í leiðurblandi. Nei, einmitt. Það var reynda Linda, fekk ljóðarsafn daginn. Sem að því að þú varst að segja með leiðurblandi, það tengist líka þjóðskáldi sem fengu það, atómskáldi litu ekki svo á að þeim myndi enda í leiðurblandi, held ég. Þeir voru gefnir út ekki í harðspjaldabókum. Men það sem líka þó að konur hafa verið að gefa út á þessum tíma, þá mátti það ekki vera róttækt, það mátti ekki vera ólíkt því sem að var verið að gefa út og það sem að mjög augljóst til dæmis að Hekla fer með bókina sjálf, hún ekki gefin út en þegar Starkaði fer með henni hún gefin út. Þannig að ef að konur voru að skrifa þá þurfti að vera innan ákveðins ramma og það mátti ekki vera of ögrandi eða innihalda homosexualista og eins og kemur fram, þú veist, það voru aðra reglur en ef að karlmaður gerði það, þá var það leið. Karlmenn mega brjóta reglunar en konur verða að fylgja þeim til að sína það eru jafngóðar og karlandir. Við sjáum þetta til dæmis mjög áberandi finnst mér í stjórnmálunum þar sem að konur eru ofta að leika karla með svona bara áherslum og svona þú veist, það þekkt að það dæmi Thatcher og fleiri sem að dýfka í röddina og allt það. Það ennþá þannig að konur mega fá sess sem að karlar hafa búið til en þá verður það að leika karlinn. Og það með sér að líka bara orðræðinu og það bara gömul sá ný, það var alveg við í dag og ég upplifi það sjálf á mínum líkamátt og ég sé og bara, ég bara mjög framalega í mínu fæi og bara er háskólaprófessor í sviðslistum, ég gæti ekki komist hærra í mínu fæi í rauninni. En maður upplifir samt, það orðræði munur hvernig að talað konur versus kalla og það líka ákveð sem að við töppum inn í. Það og það vita það allir sem eru konur eða hinsegin fólk eða lifir við jaðarsetningu að það ólíkt gefið og við þurfum að hafa margfalt meira fyrir því að komast á bara sama stað og kallmaður. Og það minni megi gera færri mistök. Já, og bara refsað harðar. Já, og refsa hvort heldur sem við gerum, hvort heldur sem að maður eignast barn eða ekki barn og hvort heldur sem að velur starfið eða framyfir eða framan eða ekki og þetta vita bara allar konur og þetta veit allt hinsegin fólk og bara fólk sem lifið við jaðarsetningu og þú þarft að vinna margfalt, þú þarft að leggja margfalt harðar að þér og þú færð aldrei í rauninni aðgengi ég bara bíð eftir því að kona sé einhvern tíma kölluð snillingur fyrir það að gera jafn mikið eða meira heldur en eitthvað miðlungs sem einhver gaur dregur út úr raskatinn á sér. Kallarnir eru svolítið að kalla konarnar svona mistara. Já. Og þetta náttúrulega tímabili sem að þú ert að fjalla með og þið eru að setja upp, það var náttúrulega mikið snillingatímabil, kannski tengt því að menn nutu ekki sannmælis, myndi ég segja, í samfélaginu og þá var til inn í listamannakreðsunni sem á Mokka og þú nefnir Nausti líka, Símonarbar og eitthvað fleira, þá var til þessi svona snillingahugmynd sem að þú talar snillingur, af því að inn í þessu tíma þá þessi kynslóð sem að þessi saga gæti fjallaðum, hún skaðaði sig náttúrulega stórkostlega af þessari snillingshugmynd, Þetta margir sem að bara drukku sig til ólífis og þetta fór mjög illa á þessari hugmynd snillingin, þannig ég veit ekki Já, hún mjög skaðleg og ég held að konur og hinsegin fólk og fólk sem kannski þegar að húsið ekki byggt utan þig og jakkin ekki saumaður á þig, þá finnur saumana, þú finnur hvar kerfið brestur þegar þú klessir á það og þá hleypir þér ekki inn. En það ekki þannig að þú verður að vera í jakkanum þó hann passi ekki á þig. Jú, en til hvers, það líka spurning sem og það þessi þversögn, að þú veist, ef ég leyfi mér að bara tala út frá mér og þá berst það inn í mér, mig langar heldur ekkert að vera fá inngang inn í eitthvað Hall of Fame og vera snillingur af því mér finnst að listrænt finnst mér það ófullnægjandi og það líka bara að fá eitthvað svona stimpil á sig og eitthvað svoleiðis en svo líka þetta að konur sem eru, ef við tölum bara konur í listum að við höfum líka
maður hefur líka ego og það ekkert bara allt skaðlegt og það áhugavert í baráttu Heklu, hún að skrifa, við fáum að við vitum að hún framúrskarandi skáld, skrifar texta sem að þeirra starkaður leshandrið þegar hann fellur í stafi, hann bara þetta bara eitthvað besta sem hann hefur lesið. Hún miklu betra skáld en ég allavega. Bara miklu betra skáld og miklu betra skáld en starkaður og við erum að gefa henni það að hún sé algjörlega framúrskarandi penni. En samt sem áður og hvort sem hún fái inngangi eða ekki inn í listeimi, hvort einhver sé að banna henni eða ekki, að þá samt sem áður þetta, konur fá ekki að eiga egói sitt og það ekki þessi lofræða, það svona eins og útgefandinn segir í þeirri senu og ég hefði satt að segja þetta svo djarfur texti og óttalaus, ég hefði satt að segja að þetta væri skrifað að kallmanni. Þetta það gott, það mikil snild að það í rauninni og ég tala þetta í minni kennslu og segi nemendum mínu frá þessu árið 1912 þá var frumsýnd í London sýning sem heitir Rutherford and Son sem bara ofboðslega svona fullkomið svona well-made play bara á pari við Strindberg og Ibsen ofboðslega flott leikrit, ofboðslega leðilegt fyrir þá sem fíla ekki naturalisma bara svona stofudrama einhverju fjölskyldu og einhverju erðadeilur og eitthvað og þetta var svona huge success og bara allir gagnrýnendur bara svoleiðis dýrkuðu þetta fannst þetta algjörlega stórkostlegt að besta sem hefði komið bara besta nýja breska verk 1912 og það var G. Sowerby sem að gefur þetta út nokkrum vikum eftir frumsýninguna þá kemur í það í ljós að G stendur fyrir Githa og þetta kona og þá fellur bara og þá skrifa gagnrýnendur aftur og segja að þeir hafi verið blekktir og verkið hafi í rauninni ekki verið svona gott og þetta verk aldrei sett upp aftur fyrir í National Theatre í London 2019 og þetta svo gott dæmi sem að ég bara tala mjög mikið þegar ég að útskýra fyrir mínum nemendum eitthvað svona kerfisbundi að því þetta finnum við og vitum sem að þarna skilurðu. Það ótal dæmi þetta og það rauninni ekkert sér íslenskt við þetta verk og við bókina og það kannski ástæðan fyrir því að hún hefur alveg farið víða og það enginn að lesa hana sem einhvern lykilróman í því samhengi. En Ungfrú Ísland í Borgarleikhúsinu, fjallar hún þetta sem að þú varst að tala núna? Sowerby og jakkan og að passi jakkan og þóttan sér það eitt þráður þarna finnst mér að að hafa konur aðgengi að snillingsnafnbótinni og snillingur að því að sumleit þetta stilt upp þannig að Hekla snillingur hún skrifar án stuðnings samfélagsins stórkostlegan texta. Og sérstaklega því maður veit ekki hvað hún skrifar. Já, hún þarf ekki að lifa í samfélagi. Ég myndi halda að það svona einu útgáfa snillingi, að sprettur innan hún sjálfum sér. Hún reyndar augljóslega vel lesin og sogar í sig allan menningararfin og betur lesin heldur en andri eðri, þannig að það má kannski segja að hún bara vinni meira heldur en starkaður. En hún vinnur erfið starf, þjónustu starf allan daginn. Já, hann getur samt viðhaldi því að vera gott skáld. Utan vinnutíma. Já, þannig hún hefur eitthvað sem að henni var gefið eitthvað, þetta svona hugmyndin snillíkin, henni var gefin eitthvað náðagáfa, frekar heldur en að hún samfélagi hafi mótað hana eða hún hafi fengið það í arf eða neitt, þannig hún snillingur að þýleiti. Og líka í sig vinkonunnar sem að það eiginlega ennþá meira áberandi á það, hún bara sér heiminn öðruvísi heldur en flestir. Hún sér heiminn í sögum og mikill innblástur fyrir Heklu mikill innblástur, en hún hefur ekki menningararfin sem að Hekla hefur aðgangað þess vegna semur hún inn í einhverja svona, mann býst við þetta séu reyfarar eða eitthvað sem hún les bara framhaldssögurnar í blöðunum sem hún les aftan á fiskinn, það dugar henni til þess að fá sköpunar krafti sínum farveg. Já, það verður henni bara einhvern veginn allt að
innblæstri, þessi stóra, sterka löngun til að búa til fegurð í sínum hversdagsleika og bara gata á sængurveri sem að barnið hefur nagað, henni finnst hún geta snert himinin í gegnum það með pennanum. Og einhver leiti þetta þannig að fólkið á sviðinu, sumir eru svona, hafa verið snertir af fegurðinni eða sjá hana, en búa í samfélagi sem er ekki byggt á fegurðinni, heldur frekar á þeim sem hafa ekki, sjá hana ekki, líta á hana sem ógn og truflun. Það? Já, eða vilja kapitalæsa fegurð konunnar og líkama konunnar. Ég meina fegurðin í titlinum allavega eins og ég hugsa þetta, það er ekki útlitsfegurðin, að það er einmitt fegurðin í listum, þetta ferðalag sem við förum all í þegar við upplifum listaverk og það er þá eitthvað sem breytir okkur og lætur okkur sjá okkur sjálf og heiminn í nýju ljósi. Það er fegurð fyrir mér, ekki hlutur. Og það er svona óðurinn í verkinu? Já, þetta er bara óður til fegurðinnar og orðsins og sköpunarinnar og þetta er sviðsetning á orðinu. Ég heyrði marga tala um sýninguna þannig. Þetta væri ótrúlegt þrekvirki að sviðsetja þennan ótil orðsins. Og ég held að það sem að er mikilvægt er að allavega fyrir mína parta ég þurfti að vita nákvæmlega hvað ég var að segja fyrir aftan hvert einasta orð. Og það er ótrúlegt að hugsa bara, vá, hún skrifaði þetta allt, ég þurfti að vita nákvæmlega hvað ég er að segja, af hverju er ég að segja þetta orð, af hverju nota ég þetta, hvernig líta svona ský út, hvernig er þetta, ég þurfti að vita nákvæmlega til að sjá það, af því að í raun og veru þetta er óður til orðsins sem sprettur í raun og veru allstaðar frá. Og hún setur í orð hún í merkingunni hekla auður setur í orð hreyfingu innra með henni og að setja hreyfingu innra með þér í orð og svo orðin í hreyfingu er einhvers konar mjög falleg hringrás sem að er bara einstakt að hafa fengið að upplifa. Varandi merkinguna á baku orðin að því að þú varst fyrst til þess að tala um það sögulega stöðuverksins unga fólkið í leikhúsinu, ungu konurnar. Var þetta virkilega svona? Þú ert ekki að tala um þá merkingu, heldur þetta að tala um svona skáldskapin? Já. Það er bara stórt sjátat og Snæju röddkennara minn úr Listaháskólanum sem að fór vel með mér í textavinnu og hvernig maður fer með texta. Herðu Fannar, ég held ég aldrei spurt svona manna þess að þú ertu söngkynniður? Já, ég segi bara hinsegin. Hinsegin, ok. Ég segi mannkynniður. Mannkynniður. Já, mannkynniður. Ég eitthvað starfið að því að við erum á mörgum tímum maður að sækja því að orðin breytast svo mikið. Þannig að ég að tala, ég hefði átt að segja bara hvort þú væri hommi, líklega út á verkinu. Já. Og þú ég sá þig daginn, þá varstu líka að leika homma, þar varstu að leika homma. Já, vissulega, Áskalandi. Já, og gerir þetta alveg frábærlega vel. Já, þakka þér fyrir. Já, aðeins svona því að kannast þessu umræðu að hver má leika hvað og svona. Heldur að sé þannig að gagnkynhneigður maður myndi ekki leika homma í dag? Jú. Já, það getur verið. Jú, algjörlega. Ég er ekki að leggja það til, ég er bara að spila. Ég er í uppfærslu það er bara að fara að gerast, já. Í Fjallabaki, upp í leikhúsi. Það eru 2 gagnkynhneigðir menn að leika homma. En að því að Íris er búin að tala svolítið um hvernig sagan virkar út frá svona kvennabaráttunni og sögunni. Hvernig finnst þér Jón John vera, er hann að segja sögu homma? Við höfum svolítið verið að reyna þetta við aðborði. Ég hef mikið talað við þá sem hafa tekið þátt í svona frelsisbaráttu homma
og ótrúlega áhugaverð saga sem að mörguleiti bara valla skrifuð sko, valla skrifuð og þess vegna finnst mér þetta verk bara stór hluti inn í þá sögu að segja það, þannig mér langaði bara að heyra hvort að þessi saga væri sko saga úr sögu frelsisbaráttu eða áður hún hefst sko já, vissulega, ég meina hann hefur enga hugmynd hvað heimurinn getur verið eða orðið í einhverju baráttu af því að einmitt menn flúðu eða bara voru sendir út á landi líka af ekki, þú veist, af eigin vilja skilurðu, en ég held að hann bara að hugsa sig og sitt pláss einhvern veginn og hvernig hann getur lifa sínu kannski sannasta lífi þótt að hann einhvern veginn nái aldrei í vondum heimi ná aldrei þeir loka markmiði en hann á sér bara að reisa drauma, þú veist, kemur í Reykjavík til þess að vinna í Þjóðleikhúsinu og það gengur ekki upp þannig að hann ákveður að fara lengra og ætlar að fara og vinna í Kongli þegar það er svona eina loka setningum þegar hann kveður Heklu til Danmerkur og lætur vita því hvað vinnu í leikhúsinu og ætlar sér það, þannig ég held að sé og vinnu svo bar ég mitt það sem að löggan kemur og gerir smá rassir og eitthvað svona en ég held að þetta sé þú veist bara þú veist, jú, vissulega einhver barátta samkynhneigðra og hinsegin einstaklinga sem að bara ennþá í fullum gangi í dag, held að sé ekkert mikilvægur á nokkur einmitt en hann sko staða hans í sögun eiginlega áður en að þið formulega barátta byrjar þó svo að hann sé í Danmörku og ég meina samtökin orðin til í Danmörku og það sama á eiginlega við Heklu að svona kvennabaráttan að hún ekki þáttakandi í venjulegri kvennabaráttu þetta eru svona einstaklingar sem ætla að láta draum sín rætast persónulegan enganlegan draum inni í samfélagi sem að vinna gegn þeim án þess að taka þátt í sko baráttu undir okkur hópa til þess að breyta samfélaginu. Já, þetta náttúrulega svolítið rétt áður en að þessar, eins og þú segir. Ég ekki að skamma þessar baráttu. En þetta áhugavert að sko tala því að þetta sama á Vigdís var tekin fyrir. Hún var svona af því að hún var í raun og verið að ryðja sína braut sem kona og láta til sín taka þá ef hún, af því að hún hafði þá ekki í raun og verið svigrúm til þess að taka þátt í fremstu víglínu í kvenréttindamálum þá var hún ekki brautryðjandi, þetta var ekki við erum svo fá, það er bara einn af hverju sort og það er náttúrulega eins og skáldskapurinn virkar að einn stendur fyrir marga og Jón John í rauninni þegar hann fer til útlanda þá gefur hann sem helstu skýringu af því það eru fleiri eins og ég og þar sér hann menn dansa saman í fyrsta skipti og þar sér hann menn kannski leiðast út á götu og eitthvað sem hann sér ekkert í Reykjavík og þó þar ekkert mikið betra, ég menna þetta var líka glæpur í útlöndum sko, það var ekki paradís í útlöndum en samt rosa skref fyrir marga sem að stiga út að skref að losna undan þessu sko linnulausa áreiti sko. En sækir samt alltaf í Heklu að koma til þess að vera þetta öryggisnet sem að hún fyrir honum, þú veist og þau svo endanum gifta sig að bæði bara upp á okkur praktík, skilur það er ekkert rómantískt. Það gerðist, það töluvert það. En við sittum hérna við rauðaborðu og við höfum trú á svona baráttu að lausnin fyrir Jón John að hitta aðra sem í sömu stöðu og það og berjast fyrir því að breytast samfélaginu og Hekla eftir að taka þátt í kvennabaráttunni og breyta heiminum. Það er ekki hægt að breyta það er ekki nóg að breyta sjálfum sér og þar með breyta þeimurinn. Já, en svo ég er ekki að segja, ég er ekki að leggja þetta til. Ég er að benda á að ef þetta væri verkefni Laxness, að ég talaði svona sviðsetningar af verkefnum hans, þá hefði verið svona ein sena þar sem hefði einhver gengið með rauðan fána og einhver sella. Já, það hefði verið. En sko mér finnst líka óbúslega mikilvægt, sko, ef við tölum bara mennskuna og þessar þrívíðu persónur sem við erum að skapa búa til úr þessum skáldskap. Að það sömuleiðis finnst mér mikilvægt að sko ef við erum að tala að ávarpa eða að tákna eitthvað fyrir konur eða fyrir hinsegin fólk að jaðarsetta, þá líka þetta leyfi að maður þarf ekki alltaf að bera þennan helvits kyndil og það við þurfum líka fleiri eins og ef við tölum sko rauðsokkurnar og svo Vigdísi skilur þetta þarf að vera á öllum vígstöðum og ekki síst líka innra með okkur sjálfum og það er líka frelsisbarátta og
barátta fyrir réttindum manns sjálfs að gera það sem mann langar til. Sem líka fyrirmynd og innblástu fyrir aðra. En aldafarslýsing að þegar við nefnum Vigdísi, að þá eru rauðsokkurnar í sögunni, en ég eiginlega benda á að rauðsokkurnar eða sko skipulagða barátta samkynhneigðra í Danmörku ekki í sögunni. En það örlög líka allra sem eru jaðarsettir að þurfa að gefa tíma sinn til þess að fara og öskra úr sér lunguna á götuhornum. Er það sem við eigum að gera? Ég ekki að segja, ég bara að segja að það í Vigdísi það að hennar gati ekki gert það. En þetta samt í sögunni. Ég bara benda á munin á sko aldafarslýsingunni sem í þessu verki og í Vigdísi og svo nefndi ég Laxness þar sem hefði verið vísa til þess að heimur breyttist þannig að þú getur svarað sko konunum 25 ára gömlu í leikhúsinu og af hverju breyttist þetta? Það var út af þessum aukapersónum sem að breytti þessu. Og við verðum að muna líka sérstaklega fyrir Jónsson og eins og fyrir hinsegin fólk að þarna í þessum aðeins rúðustrykara svartkvítari heimi þar reglurnar en skýrar í 1963 að þá ertu beinlínis að setja líf og lim í hættu með því að stíga fram og fara að berjast og berja í borðið og öskra og það líka raunveruleiki sem að mikið af hinsegin fólki og jaðarsettum lífa í dag að við getum ekki endalaust krafið þá sem eru jaðarsettir og þá sem verið að meiða að þeir séu alltaf í stríði. En ég get ekki dæmi úr nútímanum að við eigum í erfiðleikum með að fjalla rasisma og kynþáttafordóma vegna þess að fólk sem brúnt á litin að það lærir það bara á svona einu kannski rúmu ári að það bera hana kyndil það kostar svo mikið ofbeldi og átök að það bara getur það ekki. Ég get bara við þurfum að skiptast á. Ég get bara sjálf sagt það að ég var í fremstu víglínu í 1,5 ár í baráttu hinsegin málefna og með fræðslur og ég endaði í algjöru börnáti og þetta eins og ég segi, það ekki hægt að ætlast til þess að fólki sem partur á jaðarsettu hópunum fái ekki stuðning frá þeim sem eru það ekki. Við getum ekki barist sjálf fyrir okkar tilveru rétti endalaust af því við erum sjálf og ég bara persónlega tekin fyrir og í dag og í fyrra og hitt í fyrra raunverulega bara lífi mínu ógnað. Það það sem við erum að tala og þess vegna ekki hægt að ætlast til þess að jaðarsettir einstaklingar standi í fremstu vílinu og berjast fyrir tilverurétti sínum af því að ef við myndum öll gera þá myndum við öll falla. Auður, þú að berga mér, þau verja svo vel persónu sínar og svona stöðu fólk sem farið þetta í baráttu. Ég að tala það að hinn skipulaða barátta ekki í sögursviðum. Sko það rauður fáni, ég get nú glatti með því, það skáldi starkaðar kommunisti og það æskulýðsfylkingin í bókinni. Hins vegar og þá kannski þetta sléttabaráttan. Já, en þá tek ég upp þræði listamannana með mér að Hekla í rauninni ekki að berjast fyrir því að vera skáld eða neinum titli hana langar bara að skrifa. Já. Þannig hún hefur ekki áhuga á að breyta samfélaginu? Já, hún bara fá að blómstra. Hún gerir það í skrifum sínum. Hljómar það eins og ég svo dómur yfir Heklu hún skrifar þetta ágætur að hljóma þannig. Hún gerir það vonandi í bókinni. Það? Já, eða hún breytir samfélaginu í bókunum, það ekki það sem að rithöfundur gerir, ef að vel tekst til þá getur hann kannski haft einhver áhrif á einhvern lesanda, breytt einhverju smávegis, pingulítið, jafnvel skapa áhugaverða polariseringu eins og bæði skálsagan og leiksýningin virðist að gera, út úr því kemur oft flott umræða. Leikritið fekk vondan dóm á Vísi, Símon Birgisson, 2 stjörnur. Já. Sem næstum bara hauskúpa á Íslandi því að kannast við það bara að tala allir fá 5 stjörnur það sé hvað þetta verðbólga í stjörnugjöf þetta bara það sem ótrúlega gaman að skáldsagan í raun og veru leikna bara svolítið við í raunveruleikanum að einhverjum sé gefin í raun og veru plattform til þess að vekja áhugaðni. Það oft sagt 2 stjörnur sé betra en 3 því þá fólk svo spennt. Já.
og það er einmitt þessi polarisering sem við erum að tala þarna svona sem eiginlega alveg alversta sem hann getur fengið. Já. En ég en það reyndar það sem var nú upptaktur að þessu spjalli enn og aftur að skáldskapur er skáldskapur og það enga fyrirmyndir af þessum, þetta bara allt hausinn á mér, þessar persónur eru hvergi til, hafa aldrei verið til nema í hausnum á mér. Nei. En hvað með þennan dóm, af því að þetta fágæti á Íslandi að fá svona slæman dóm? Já, mér finnst þetta bara hressandi sko, mér finnst það ábúrslega hressandi og einmitt kannski svolítið afhjúpandi að það sem kallað eftir þar er að homminn sé lamin og það sé ekki gert svona mikið grína köllunum í verkinu. Já. Mér finnst það bara að var áhugavert. Mér finnst það mjög áhugavert. Hvað vildi hann sjá? Vildi hann sjá bara bókstaflega Jónsson barinn í klessu á síðunni? Það bara traumatiserandi fyrir okkur sem tilheyrum hinsegin samfélaginu að ítrekka og sviðsetja ofbeldi og ég bara listrænt ekki áhuga því þannig að verkinu og kynjast ég er að segja að hann raun og veru að kemur svona bara kannski skáld sem að geta ekki sem að fá í raun og veru útgefið eitthvað sem er kannski ekki endilega Ég held að Símon hafa bara miskilið þessa sýningu of mikið. En þetta náttúrulega bara, þetta ótrúlega fallegt. Mamma sagði ég orðlaus, maðurinn hlýtur að hafa verið fullur bara það. Nafngreinir mig vitlaust. Ég hugsaði ætla hann sé að gera sem skarpjén einhvern tímann og bara ekkert með hlutina á hreinu En ég held þetta sé ég hugsaði þetta væri gjörningur. Já. Hann væri raun að vera að vera ég hafði gaman að þessu sko já, og ég meina, þú veist, við fáum hrós mikið fyrir okkar leik í þessum dómi, þú veist mér finnst sko uppfærslan leikurinn alveg frábært það sem að ég satt og því miður þá forfallaðist sem ég ætlaði að sitja með þarna af því að eitt af því skemmtilegsta við leikhús er leiðin heim að geta spjalla og ég var rændur því labbaði heim með þetta af því það svo margt, af því þetta er endurskrifu, það verið að skrifa Íslandssöguna alveg sama hvað þið segið og því að það bara þannig og það svo margt í þessu verki sem að maður að máta og sumtum maður ósámála og þannig að þetta mjög gott þannig verk þetta góð heimleið fyrir þá sem að finnst það gaman að vera að tala verkið mér finnst það skemmtilegast og ég held sérstaklega fyrir konur og jaðarsetta einstaklinga eða listamenn sem að hafa upplifað það ég held að þetta hafi mest áhrif á þau sem að hafa staðið í þessum spórun en hafa ekki staðið fyrir utan og hort á það og þess vegna er kannski gaman að fara heim að ræða það vegna þess að líklega skiptir verkið máli við ykkur upp einhverju hugmyndir ræði það er það sem maður vonar já og þetta setja svolítið á heilanum Herðu, takk fyrir að koma hingað og ræða sýninguna Íris, Auður, Fannar og Greta. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Já, og þetta eru jafnframt lokin á rauða borðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestur sem hafa hingað komið og Sigurjóni, Oddnýju og Birni fyrir að hafa tekið hér viðtöl. Pétri Fjellsteð og Laufi Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út en mest þakka ykkur sem hafið verið að hlusta eða horfa og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á eins og ég geri oft að það er með góðri afspurn sem að dreifikerfi samstöruna hefur byggst upp. Það er þannig að ef fólk segir vinum og vandamönnum frá efni sem að það við sé þér eða heyrt og líka við að þá kíkir fólk eftir því og þið getur hjálpað því með því að benda á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafnið samstörunar og svo einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útasendingar á spilaran, spilari.is á netinu og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íþarku útastöðar hvað sem er í heiminum, það sem er net. Og svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni. 24 tíma sólhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Þeir hafa leggja til, grunn áskriftin er 2500 krónur
á mánuði sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð með við það efni sem við búum hérna til. Ef þú vilt slást í þennan hóp og vera bakkjarl og eigandi í samstöðurinnar, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir 2.500 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta fjölmiðl í eigu áhorfenda og áheyrenda eina raunverulega þjóðarútvarp á Íslandi. En þetta komið nóg í bili, framundan nóttin og ég segi góða nótt, en á morgun að þá mun rauðaborðið byrja aftur á sínum vanalega tíma sem klukkan 8. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.